560. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með settur, en fundurinn haldinn að Tjarnargötu 12 klukkan 5 þann 19. janúar árið 2019. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Styrmi Gauti Fjellsteð, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólöf Sandes, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir og í forsæti Guðni Birna. Það eru 5 mál á dagskrá fundarins í dag, en þau eru fundargerð bæjarráðs frá 7. og 14. febrúar síðastliðnum, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. febrúar síðastliðnum, fundargerð menningarráðs frá 8. febrúar síðastliðnum, fundargerð velferðarráðs frá 13. febrúar og fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 14. febrúar. Tekinni fyrir fyrsti dagskrárliður, en það fundargerð bæjarráðs frá 7. febrúar, en það fundur númer 1205 og orðið laust fundargerðina. Það verður engin óskar sér hljóðs undir fundargerð fyrri bæjarráðsfundar frá 7. febrúar. Þeir sem geta samþykkt þá fundargerð vinsamlegast gefið merki og hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við fyrir seinni fundargerð bæjarráðs sem frá 14. febrúar, fundargerð númer 1206. Fundargerðin laus til umræðum. Margrét Þórarins, gjörðu svo vel. Ég kem hér undir lið 2 frá bæjarráði þann 14. febrúar. Skýrsla vinnuhóps vegna samstarfs HSS og velferðarsviðs Reykjanesbæjar samstarf, samþættingu heimahjúkrunar og félagslegra heimaþjónustu í Reykjanesbæ. Forseti og aðrir viðstaddir. Ég byrja á því að þakka vinnuhópnum fyrir velunnin störf, en skýrslan mjög áhugaverð og faglega unnin. Miðflokkurinn fagnar því að leitast við að betrum bæta þjónustu við aldraða, en það mjög í anda stefnu flokksins. Þess má geta að miðflokkurinn á Alþingi lagði fram breytingatillögu við fjárlög fyrir 2019 að efla heimahjúkrun og heimaþjónustu við aldraða. Því miður var tillagan felld af ríkisstjórnarflokkunum. Með því að samþætta þessa þjónustur þá gerum við öldruðum kleift að búa sem lengst í eigin húsnæði. Það mjög jákvætt að einn aðili gerður ábyrgur fyrir framkvæmd þessara þjónustu sem mun sinna bæði hjúkrun, aðhlynningu og aðstoð við heimilishald. Grundvallar atriði öldrunarþjónustu það að gera hinum aldraða kleift að búa eins lengi heima og unnt Stofnunarþjónustan langdýrasti kosturinn og því hagur þjóðfélagsins að finna önnur úrræði eins lengi og mögulegt Þrátt fyrir heilsubrest og hækkandi aldur á að gera hinum aldraða kleift að halda sem lengst áfram að vera hann sjálfur, það að segja að hinn aldraði hafi val á áhrif á þá þjónustu sem honum veitt. Þjónustan við hinn aldraða þarf því að vera sem fjölbreyttust og í sem bestu samræmi við þarfir hans og óskir. Með því getum við búið hinum aldraða gott ævikvöld. Ég vil þetta sé bókað. Takk. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta bæjarstjórn og góði gestir. Aðeins undir þessum lið samþættingu heimaþjónustu og heimahjúkrunar, þar sem fulltrúi M-flokksins var tíðrætt aldraða, og ég get alveg tekið undir það að við viljum að þjónustan sé góð, þá finnst mér mikilvægt að við gleymum því ekki að það eru margir fleiri sem þurfa heimaþjónustu og heimahjúkrun. En ástæða þess að ég kem hérna upp, það vegna almenningssamgangna í Reykjanesbæ, liður 1 í fundargerð bæjarráðs 1200. og 7. fundur. Þar var kynning sem Guðlaugur og Smári frá VFSO voru með og þeir kynntu þessar áætlanir, og þetta einmitt eitt af áhersluatriðum D-listans, en við ætlum ekki að eigna okkur þetta, það alls ekki þess vegna sem ég að nefna það og að koma einn upp. Ég fagnaði hvað við erum samstíga í þessu verkefni og ég fagnaði líka að hvað þetta búin að vera góð vinna og þetta algjörlega nauðsynlegt í þessu
ég veit ekki hvað við höfum að kalla þetta sveitafélag sem er mjótt og langt og hvað við vorum samstíða í því líka að vinna þetta áfram og við leggjum mikla áherslu á að það sé tala við aðila, hvort sem eru skólarnir, tómstundinir, íþróttahreyfingin, tónlistarskólan og svo framvegis, þannig að við getum búið til alvöru strætóleiðir, alvöru kerfi sem nýtir sem flestum á sem skjótasta hátt og vil ég bara fagna því og þakka fyrir gott samstarf innan bæjarstjórnar með þetta. Gunnar Þórarins, gjörðu svo. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hér undir sama lið og hér var verið að tala síðast, það er að segja almenningssamgöngur. Þarft verk sem þar hefur verið gert. Það er hins vegar þannig að sitt sýnis hverjum og ég held að það sé hollt að við látum sérstaklega íþróttahreyfinguna en líka skólana og ýmsa aðra hópa koma að því að skoða hvort þetta fullnægi þeirra þörfum. Erum að þjónusta þessu hópa nógu vel, er alveg öruggt að þetta bæti stöðuna. Það er brýnt að þetta sé vel úr garði gert, þannig að þetta nýtist í einhver tíma. Fleiri sem áska, já, gjörðu svo vel, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta var áhugaverður fundur og mörg áhugaverð mál á dagskrá sem að varða sveitarfélagið miklu og íbúana sem að hér búa. Ég er auðvitað bara ánægður með að bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn hafi svona mikinn áhuga á þessum málum og ætli sig ekki að eigna sér þau. Enda er búið að vera að vinna að þessum hlutum í mörg ár og þetta er ekki að koma upp á yfirborðinu núna. Almenningssamgöngur voru settar á fót hér fyrir mörgum árum síðan þegar Sjálfstæðisflokkurinn var við völd hér og það er auðvitað bara með það eins og önnur mannanna verk að það þarf að skoða og skipuleggja og velta fyrir sig hvort að þetta þjóni þörfum þeirra sem eiga að nota þjónustuna, enda heita þetta almenningssamgöngur og eiga þá að nýtast almenningi. Á þessu fundi sem að þarna var lögð fram hugmynd að breytingu á ferðum og hvernig vagnarnir koma til með að ganga og ég fyrir mitt leyti hreifst að þessum hugmyndum. Ég fannst þær vera mjög áhugaverðar og skapa líka möguleika til þess að bæta þjónustuna enn frekar með tiltölulega litlum tilkostnaði. Þannig að mér fannst eðlilegt og sjálfsagt og stutti það að áfram skyldi unnið í þessa veru. Og þetta er auðvitað bara eitthvað sem við verðum að horfa til. Það eru mörg sjónarmið sem að þarnast umræðu, meðal annars bara umhverfissjónarmið. Hvort ekki getum á einhvern hátt minnkað notkun bifreiða hér í þessu samfélagi okkar. Þannig að það er bara áhugavert og ég fagna því að þeir sem eiga að halda utan um þetta séu að gera þetta eins vel og þarna beri vitni. Mér langar líka að nefna þessa skýrslu sem að þarna var kynnt samstættingu heimaþjónustu og heimahjúkrun. Það var farið í það fyrir nokkrum árum síðan að eiga viðræði við forstjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja það með hvað hægt væri að samþætta þessa þjónustu með einhverjum hætti, jafnvel bara að láta þetta renna saman. Niðurstaðan í skýrslunni hins vegar ekki svo að gera einn aðeins ábyrgan, heldur það að skýra verksvik hvers og eins þannig að nú eiga báðir aðilar að vita hvað til þeirra friðar heyrir, þannig að félagsþjónustan á að vera
betur upplýst þau verkefni sem eru á hennar hendi og heilbrigðisstofnunin einnig. Og það mun auðvitað koma skjólstæðingunum til góða að það sé ekki einhverjur að lenda á milli skips og bryggju í þessu. Þannig að þetta er mjög metnaðarfull skýrsla og ber þessu starfsfólki okkar gott vitni. Það er mikil framsækni í þessu og ég vil bara þakka þessum aðilum fyrir það að setja þetta fram með þessum hætti. Nú, ég vil líka nefna það að formaður bæjarráðs, Friðjón Okkur Einarsson, er að gefa kost á sér í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga og ég fagna því. Við eigum allt of fáa einstaklinga sem að starfa hér í bæjarapparatinu að tengjast á hinu stóra borði þar sem fjallað eru málefni sveitarfélaga og ég er ánægður með að Friðjón skuli lýsa þessu yfir. Eru fleiri sem að leggur þessi hljóðs undir fundargerð 1206? Ok, þá leggjum við fundargerðin upp til samþykkt að þeir sem getur samþykkt fundargerðina, hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú, næsta dagskrá er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. febrúar síðastliðnu og áður en ég gef orðið laust hefur komið fram tillaga að vísa 2 málum til bæjarráðs. Það er mál númer 3 sem var að Pósthússtræti 5, 7 og 9 og einnig mál númer 16 sem snýr að rekstur hótel og gistiríma minnisblað. Er eitthvað sem vil taka til máls undir þessum 2 liðum? Þeir sem geta samþykkt að vísa þessum 2 liðum inn í bæjarráð, vinsamlega skrifmerki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú, að venju eru nokkuð málefni sem við þurfum að samþykja sérstaklega og skulum við hefjast handa við það og svo er laust orðið fundargerðina í heild sinni. Það er sem sagt mál númer 2, Sólvallagata 11. Það er að samþykja sérstaklega. Er eitthvað sem vil taka til máls undir lið 2? Þeir sem geta samþykkt lið 2, vinsamlega skrifmerki. Hann er samþykkt með öllum atkvæðum. Svo er það liður 4, Skólavegur 18. Hvað sem vil tjá sig lið 4. Þeir sem geta samþykkt lið 4, vinsamlega skrifmerki. Hann er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú liður 5, Tjarnargöta 3. Eitthvað sem vil tjá sig undir lið 5. Þeir sem geta samþykkt lið 5, vinsamlega skrifmerki. Samþykkt með öllum atkvæðum. Nú, svo er það liður 8, Grófin 8. Eitthvað sem vil taka til máls. Þeir sem geta samþykkt lið 8, vinsamlega skrifmerki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Svo er það liður 9, Grænásbraut 501. Eitthvað sem vil taka til máls. Þeir sem geta samþykkt lið 9, vinsamlega skrifmerki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Svo er það liður 10, Helguvík, breyting á deiliskipulagi. Eitthvað sem vil taka til máls undir lið 10, Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, mér langar bara aðeins að koma þetta upp og hnykkja þessu. Þarna er á ferðinni mál sem er búið að fara fyrir bæjarstjórn og það sem að bæjarstjórn heimilar það að Stakksberg fari í að hanna nýtt deiliskipulag. En ég vil bara árétta það og eins og kemur þarna fram, það sem samþykkt var í bæjarstjórn að bæjarstjórn áskilji sér allan rétt til að fara með það og deiliskipulagsbreytingu á þann hátt sem að bæjarstjórn telur rétt. Þannig að með þessu er ekkert verið að afsala sér neinu valdi og ég vil bara ítrykka það hér. Takk fyrir það, Guðbrandur. Hver aðrir sem hvað þessi hljóðsend af liðnum? Friðjón Einarsson, gjörðu svo. Frú
Frú forseti, mér langar, og ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að mér er svona í þessum lið er bókun fulltrúa Miðflokksins þar sem hann ítrekast hafnar uppbyggingu og endurræsingu kísilverksmiðjunnar og það sem kemur mér aðeins á óvart í þess það að fulltrúa Miðflokksins setur sig alfarið upp á móti þessari tillögu að breyta deiliskipulagi. Það er eins og mann hafi ekki alveg gert sig grein fyrir þetta er lagaskylda okkar að gera það. Það er lagaskylda að gefa mönnum kost á því að koma með tillögu að deiliskipulagi af því að deiliskipulagi getur líka verið á hina áttina og minnkað. Kannski snýst þetta það að það sé hræðsla við að deiliskipulagi eða byggingarramminn stækki en þetta gildir í báðar áttir. Og það er líka annað að þegar við segjum svona að við séum á móti sem er byggt á lögum og veltum að fyrir sér aðeins hvað áhrif það getur haft. Og við höfum lagt fram gögn í bæjarstjórn þar sem hefur ítrekað komið fram álit lögfræðinga það og ekki bara okkar eigin lögfræðinga heldur líka lögfræðinga og stofnana sem fara með málið eins og Skipulagsstofnun. Og þegar að svona er sagt að setja sig upp á móti þessari tillögu þá eru menn að fara þvert á lagaákvæði og ráðgjöf til Reykjanesbæjar. Ég vildi bara að þetta komi fram að því að eins og margir vita innan dyra þá eru margir í bæjarstjórn búin að samþykkja áskorun það að menn hætti þessum framkvæmdum. En við verðum samt að passa okkur á því að vinna samkvæmt þeim lögum og reglum sem gilda. Bara ítreka það að skilja ekki alveg þessa bókun. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir lið 10? Þeir sem geta samþykkt lið 10 Helguvík, vinsamlega skeiðmerki. Hann er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú, næsti liður er liður 11, flugvellir 18. Eitthvað sem vil taka til máls? Þeir sem geta samþykkt lið 11, vinsamlega skeiðmerki. Hann er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður 12, Dalskörfi IB9A. Eitthvað sem vil tjá sig þann lið? Þeir sem geta samþykkt, gerðu svo að gefa merki. Hann er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Næst er að liður 13, Tjarnabraut 26 og 28 heimild til að breyta deiliskipulagi. Eitthvað sem vil tjá sig undir lið 13. Þeir sem geta samþykkt lið 13, vinsamlega gefa merki. Hann er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Að lokum er það liður 17, Öspin, viðbygging og lóðastækkun. Eitthvað tjá sig lið 17. Þeir sem geta samþykkt liðin gjör svo vel að gefa merki. Hann er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá ber ég upp fundargerð umhverfis- og skipulagsráð að öðru leyti. Eitthvað sem vil tjá sig restina af fundargerðinni. Þeir sem geta samþykkt fundargerð umhverfis- og skipulagsráð gefa merki vinsamlegast og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá tökum við næsta lið fyrir sem er fundargerð menningarráðs frá 8. febrúar. Eitthvað sem vil tjá sig fundargerð menningarráðs. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina, vinsamlega gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundargerð velferðarráðs frá 13. febrúar. Eitthvað sem vil tjá sig fundargerð velferðarráðs. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina, vinsamlega gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við fyrir síðustu fundargerð sem er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 14. febrúar síðastliðnum. Er eitthvað sem vil taka til máls undir fundargerðinni? Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem undir lið 4 í þessari fundargerð. En það barst svo leiðilega frétt að síldarvinnslan mun hætta starfsemi fiskimjölsverksmiðju fyrirtækisins.
það er auðvitað alltaf dapurt þegar einhver hættir hjá okkur og þetta fyrirtæki er búin að vera ansi lengi hjá okkur. Verið hérna í rúm 20 ár og en það sem ég hef aðeins áhyggjur af er áframhald með loðnuflokkun og hrognarvinnslu. Því að það þarf að taka við hratun á því og þeir hafa gert það undanfarin ár, þannig ég veit ekki alveg hvað áhrif þetta hefur. En þetta er svona alltaf leiðilegt að fá svona fréttir þegar fyrirtæki sem hafa verið hérna í ansi mörg ár og það er 7-8 starfsmenn sem eru hérna að vinna reglulega, sem er frekar dapurt. En við skulum vona að það komi þá eitthvað gott í staðinn. Það eru fleiri sem að vilja tala undir þessu leið. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsælasta kjörmerki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er vert að nefna svona að ganni í lokin að hér sitja fleiri kvenkyns bæjarfulltrúar heldur en karlkyns. Það er ágætt að minnast á það svona vetur og lítið að frétta, þannig að til hamingju konur. En þá er dagskráin tæmd í bili og verður gert hlé á fundinum meðan gengið er frá fundargerð.
560. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 19. febrúar 2019 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Baldur Þóru Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Margrét Ólöf Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð og í forsæti var Guðni Birna Guðmundsdóttir. Fyrsta mál er fundargerð bæjarráðs frá 7. og 14. febrúar 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðin frá 7. febrúar. Fundargerð samþykkt 11:0 án umræðu. Forseti gaf orðalaust fundargerðin frá 14. febrúar. Til máls tóku Margrét Þórarinsdóttir, Margrét og Sanders, Gunnar Þórarinsson og Guðbrandur Einarsson. Eftirfarandi bókum barst frá Margréti Þórarinsdóttur Miðflokknum og með leyfi forseta mun ég ekki lesa hann en hún barst rafrænt. Fundargerð frá 14. febrúar 2019 var samþykkt 11:0. Annað mál er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. febrúar 2019. Forseti bar upp tillögu að vísa 3. máli Pósthússtræti 5, 7 og 9 og 16. máli rekstur hótel- og gistirýma minnisblað til bæjarráðs og var það samþykkt 11:0. Annar liður fundargerðarinnar Sólvallagata 11 erindi var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. Fjórði liður fundargerðarinnar Skólavör 18 fyrirspurn var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. Fimmti liður fundargerðarinnar Tjarnargata 3 fyrirspurn var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. Áttundi liður fundargerðarinnar Grófin 8 fyrirspurn var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. Níundi liður fundargerðarinnar Grænarsbraut 501 fyrirspurn var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. Forseti gaf orðalaust 10. lið fundargerðarinnar til máls tóku Guðbrandur Einarsson og Friðjón Einarsson. 10. liður fundargerðarinnar Helguvík breyting á deiliskipulagi var samþykkt með 11 atkvæðum. 11. liður fundargerðarinnar Flugvellir 18 fyrirspurn var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. 12. liður fundargerðarinnar Dalshverfi IB9A heimild til deiliskipulags var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. 13. liður fundargerðarinnar Tjarnarbraut 26 og 28 heimild til að breyta deiliskipulagi var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. 17. liður fundargerðarinnar Öspin og viðbygging og lóðastækkun var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og var hann samþykkt að öðru leyti án umræðu 11:0. Þriðja máli fundargerð menningarráðs frá 8. febrúar. Forseti gaf orðalaust fundargerðarinnar og var hann samþykkt 11:0 án umræðu. Fundargerð velferðarráðs frá 13. febrúar 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og var hann samþykkt 11:0 án umræðu. 5. máli fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 14. febrúar 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina til máls tók Friðjón Einarsson og var fundargerðin samþykkt 11:0. Þeir sem samþykja fundargerðina eru vinsamlegast beðnir að gefa merki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fundargerð verður því undirrituð. 560. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið.